Komið þið sæl. Það er nú búið að vera frekar svalt í dag hjá okkur og það hvítnaði svona nokkuð víða alveg niður undir sjó fyrir norðan og austan. En við skulum líta á stóra yfirlitskortið okkar og sjá hvernig svona lægðirnar helstu veðrakerfin í kringum okkur að haga sér, og það er þessi lægð hér við Færeyjar sem að svona stjórnar svolítið umferðinni þessa dagana og svona hæðinni yfir Grænlandi, og svona þessi tvö kerfi í sameiningu eru þau sem hafa mest áhrif hér á landi, og svo eru aðrar smálægðir hér í kring sem að svona kannski beina þá meira úrkomunni inn á meginlandið. Á hitasviðinu er ósköp lítið að vera. Færeyingarnir fá svona örlítið svona hlýja tungu frá lægðinni, en hún nær aldrei nema kannski að það svona aðeins verði mildara veður austast á landinu, en aðrir verða bara í mjög svipuðu hitastigið og verið hefur í dag, og verður aðeins svona eitthvað fram eftir vikunni. Þróunin síðan á veðrinu hjá okkur í kvöld, að það mun lægðina sjá að lægðin komi heldur nær, bæði með úrkomuna og vindstrenginn, þannig að það koma gular hríðarviðvaranir fyrir Austurland og Austfirði og vindaviðvörun fyrir svona Suðausturland, austan Öræfa sérstaklega, og þar geta verið mjög snarpir vindstrengir og eins verður þá mjög blint og erfið færð á fjallvegum. Kannski verður ekki mikil ófærð, en þá verður skyggni mjög lélegt. Úrkomana hins vegar svona vestan Tröllaskaga, það eru stöku él og ætti nú ekki að trufla mikið. En á suðvesturhorninu hins vegar er bjart og fallegt veður eins og hefur verið núna eftir að létti til í morgun. Hádegi á morgun er þá staðan þessu líka. Það er sólríkt og fallegt veður á Suður- og Vesturlandi. Þessar viðvaranir eins og áður sagði hér svona á austasta hlutanum og éljagangur á svona sérstaklega á norðaustaverðurlandinu. En hitinn svona á bilinu 1 til 5, 6 stig. Það verður þá mildast hér svona undir Vatnajökli. Og þróunin síðan þá áfram yfir til fimmtudags er að það er þessar viðvaranir, þær fara að týna tölunni svona þegar það kemur fram yfir miðnættið og annað kvöld, og svo dregur úr vindi og úrkomu og þá léttir eitthvað til hér á norðvestanverðu. Þannig að hádegi á fimmtudag er komið ágætasta veður hér á svona vesturhelming landsins, en það eimir aðeins eftir af einhverju smá slituéljum eða éljum hérna austast, en það fer síðan þegar líður á fimmtudaginn. Ef við lítum svo á það hér að þá svona fer þetta hérna austur af. En það verður ekkert langt stopp í að koma hérna lítið drag upp að vesturströndinni strax aðfarandi föstudags, og hádegi á föstudag að þá verður það komið svona vel inn á land, að Vestfirðir og Snæfellsnes verður nú líklega komið undan, en aftur á móti ekki komið hér allra austast. Þannig að þetta er svona, það hlýnar örlítið fyrir norðan, það mun að sára litlu á hitastiginu hérna sunnan til, en fyrir norðan fá þeir 3-4 gráður, þannig að kannski upp í 5, þannig að það gæti mögulega rignt allavega á láglendi tíma, en slitið að snjó koma til fjalla. Og síðan á laugardag þá er þetta farið hér austur af, komið fínasta veður á landinu, en það er stutt í næstu skil og súlægðin og öllu öflugri heldur en þú sem kemur með föstudagsúrkomuna, en hún kemur þó líklega ekki inn hérna á vestanverðu fyrir seinni partinn og jafnvel ekki fyrir undir kvöld. Ef við lítum þá yfir til Evrópu, að það sjáum við lægðina hér við Færeyjar, svona rétt sunnan við Færeyjar hádegi, svona upp úr hádegi á morgun. Víða úrkoma í Skandinavíu, skúraleiðingar nokkuð víða, ágætlega milt miðað við árstíma að þeim slóðum, en síðan er annars hitinn svona í nokkuð í meðallagi, en frekar úrkoma samt eins og í Frakklandi og þar umkring, minni úrkoma í austurhlutanum, en nokkuð víða skúraleiðingar hér við Miðjarðarhafið, og það er helst þá sunnanverður Íberíuskaginn sem að sleppur nokkuð vel. Og svo ef við förum til Kanarí, það er bara rjómablíða og fínasti hiti svona 23-24 og upp undir 30 gráður og nokkuð bjart. Og í Ameríku er svona nokkuð að sama. Það er víða bjart hér sunnan og vestan til. Þessi lægð er svona nálgast Nýfundnaland og fer síðan út á haf þegar það líður á vikuna. Einhverja smá skúrir á Flórídaskaganum og svo er það einna helst að norðan Seattle er komið ágætis skil þar upp að sér rignir úr. En við skulum láta gott heita í kvöld. Verið þið sæl.